Góðan dag og verið velkomin á Hrafnaþing. Þetta er 8. erindið okkar núna í vetur og það er komin önnur heimsókn til okkar en það er hún Guðrún Óskarsdóttir, gróðurvistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands sem ætlar að flytja fyrir okkur erindið viðgangur og vistfræði birkistofnsins á Skeiðarársandi. Það er hún Anna Sveins sem tekur boltann í umræðunum fyrir sunnan í Garðabænum eftir erindi en mig langar að biðja þá sem eru á netinu að skrifa spurningar og athugasemdir í Q&A dálkinn hérna í Teams-forritinu því þá er hægt að fara yfir það í lok erindis. Einnig langar mig að minna á gestabók sem að gengur á milli í Garðabænum og áhugasöm geta skrifað tölvupóstfangið sitt við nafnið til að vera á netfangalista Hrafnaþingsins. En yfir í Garðabæn, takk. Já, takk fyrir kynninguna og komið sæl. Gaman að vera með ykkur í dag. Og áður en ég byrja vil ég benda á þá skemmtilegu tilviljun að ég hef einu sinni áður haldið erindi hér á Hrafnaþingi, þá gróðurvöktun Náttúrustofunnar á Snæfellsjörum og Fljótsdalsheiði og það var einmitt á þessum degi, 12. febrúar 2020. Svo ég ekki bara segja því megið eiga von á mér aftur á þessum degi 2030. Ég held að það sé gott plan. En í dag ætla ég að fjalla doktorsverkefni mitt sem ég vann undir ómetanlegri handleiðslu Þóru, Ellenar og Kristínar og var hluti af stóru samvinnuverkefni með þessu flotta fólki hér á myndunum og fleirum þar sem við köfum ofan í vistfræði þessa birkistofns og vistkerfisins á Skeiðarársandi. Og stór landnámsviðburður var sem sagt í kringum 1990 og samkvæmt rannsóknum á uppruna birkisins þá barst það líklegast þangað frá Bæjarstaðaskógi sem er 10 km norðaustur af svæðinu þar sem að þéttingin er mestur. Og þar vorum við með þessi 4 rannsóknarsvæði sem fyrir nemendur höfðu sett út. Og hér eru þau merkt eftir staðsetningu, vestur, miðja, norðaustur og suðaustur. Og gula örin sýnir svona cirka hvar drónamyndin hérna var tekin og gefur okkur tilfinningu fyrir því hvað þetta eru miklar vegalengdir sem að fræin hafa borist. Síðan settum við viðmiðunarriti bæði í Skaftafelli og Mossadal sem er bara rétt undir Bæjarstaðaskógi en svipar samt til Skeiðarársands að ýmsu leyti. Og birki finnst núna á meira en 35 km² svæði á sandinum og það er ekki síst skali þessa landnáms sem hefur vakið athygli valdi því að þessi birkistofn hefur verið uppspretta ýmsa rannsókna. Það má jafnvel færa rök fyrir því að þetta flokkist undir svona state shift eða ástandsbreytingu, ástandsstökk og við gerum það. En meira en það síðar, minnhluti þessara rannsókna sneri að því að greina afdrif, viðgang og þróun það fyrstu kynslóða einangra stofns í nýju umhverfi. Og fyrsta árið mitt í felti, sem var 2018, þá hafði stofninn nýlega náð kynþroska. Og því var þessi áhersla á nýliðun á þessum spennandi tímamótum ef við getum sagt svo. Og ég ætla bara að sveipa á hundavaði yfir það hvernig við söfnuðum gögnunum, aðalega til að sýna skemmtilega myndir á svæðinu. Og fyrsta greinin byggir á gögnum sem annar nemandi, Magdalena Hítl, safnaði á þessum 4 svæðum á sandinum árið 2008. Hún setti niður nokkuð svona snið eins og sjást hér á hverjum stað og gerði ýmsar mælingar á öllum birkiplöntum innan þeirra. Og við endurtókum þessar mælingar 2018 og bættum eins og ég sagði áðan fleiri sniðum við á viðmiðunarsvæðum. Og næsta grein byggir á gögnum sem var safnað árinu 2017 til 20 á öllum þessum sömu svæðunum einu. Það sem við söfnuðum fræjum og flokkuðum með tilliti til sjáanlegra skemmda. Til dæmis af völdum birkihnúðis sem Brynja Hrafnhildsdóttir fjallaði meðal annars á síðasta Hrafnaþingi mengilinn og birkið. Síðan spírunarprófum við fræin og krufðum þau fræ sem ekki spíruðu til þess að reyna að athuga hvað er í gangi.
Síðan könnuðum við líka þéttleika fræja, bæði með svona frægildrum eða grófum gervigrasmottum sem voru settar út á hausti og teknar upp að vori til að meta fræregnið. Og svo tókum við líka jarðvegssýni til að meta fræbanka. En þetta gerðum við bara á 2 svæðum á Skeiðarársandi og Barðavísur. Og síðast en ekki síst, þá skráðum við kynplöntur og þær svargerðir sem þær uxu í, merktum nokkur hundruð plöntur og heimsóttum þær að vori og hausti til ársins 2020 til að fylgjast með lifun. Og með þessum gögnum, pluss fyrirgögnum, hægt að segja sögu fyrstu kynslóðarinnar. Og okkur reiknar svo til að það hafi liðið það bil 25 ár frá landnámi hennar og þangað til önnur kynslóð fór að landnámsfræða, sem náttúrulega langur tími miðað við hvernig vöxtur og þroski birkis getur verið við aðrar kringumstæður. En það endurspeglar líka bara að það tekur tíma að koma sér fyrir þar sem að aðstæður eru almennt krefjandi og ófyrirsjáanlegar. Hins vegar breyttist margt þarna milli 2008 og 2018 og ég ætla að byrja á því að skoða það aðeins betur. Og eins og við mátti búast þá stækkaði stofninn og þroskaðist á þessum árum, svo það kom ekkert óvart. En hins vegar kom óvart hvað framgangurinn var mismunandi milli svæða og það átti við bara alla mælta þætti, vöxt, vaxtarform, reglaframleiðslu og fleira. Og ég táknaði þetta svona gróflega með þessum plúsum hérna á kortinu. Og síðan þegar við fórum að bera niðurstöðurnar okkar 2018 saman við samanburðarsvæðin, þá virtist vera hægt að skipta svæðunum svona gróflega í 2 hópa. Það sem annar líktist helst Mossadal, þar sem trén voru meira einstofna og beinvaxin, fræframleiðsla mikil og allt í gangi. Á meðan hinn líktist frekar því sem við sáum í Skaftafelli, þar sem að plönturnar voru meira kræklóttar, uxu hægt og nýliðun var ekki eins mikil. Og okkur lék að sjálfsögðu forvitni á að vita af hverju þessi munur stafaði, en ég minni á að við vissum þetta ekki fyrir og eigum því ekki gögn sem væru til þess fallin að skýra þetta. En þá var bara að setja fram tilgátur og við skiptum þeim upp í annars vegar erfðir og hins vegar umhverfi. Það er að segja annarkvort gæti verið til staðar einhver svæðisbundinn breytileiki sem greinilega hefur töluverð áhrif á birkið þrátt fyrir að rannsóknarsvæðið á Skeiðarársandi hafi virst tiltölulega einsleitt. Og hinn möguleikinn að breytileiki staði aðallega af svæðisbundnum mun í arfleifð þessara fyrstu kynslóðar. Til dæmis að fræin hafi borist ekki aðalega frá Bæjarstaðaskógi heldur líka frá Skaftafelli, meira en rannsóknir hingað til hafa bent til. En þær rannsóknir voru nota bene aðalega framkvæmdar á suðaustursvæðinu sem var hvað líkast Mossadal. Og ég ætla svo sem ekki að draga neinar ályktanir af því að svo stöddu, en þetta klárlega ein af þessum ósvöruðu spurningum sem sitja eftir og væri gaman að skoða betur. Og svo líka afleiðingarnar af þessum breytileika í birkinu á framvindu vistkerfisins. Það verður gaman að fylgjast með því. Þá að fræframleiðslunni sem einn af þeim þáttum sem þarf að skoða til að geta spáð fyrir framtíð stofnsins. Og þéttleiki fræja var almennt mikill, myndi ég segja, bæði í frægildrunum og í jarðvegssýnunum. Og þið sjáum hérna hvernig þau dreifðust, greinilega hnattdreifð bæði í tíma og rúmi, eins og búast má við fyrir tegund eins og birki, með sveiflukennda fræframleiðslu með gnóttarum og lélegum árum. Og svo eru fræin líka vinddreifð. Þannig að þéttleikinn var oftast undir 1000 fræjum per metra, eins og hér og þar allt upp í 20.000. Gæði fræjanna voru hins vegar ekki upp á marga fiska. Og þið sjáu hérna að það aðalega vegna annars vegar birkihnúnings og hins vegar skorts á þroskun kyns. Þannig að flest fræ sem að litu jafnvel ágætlega út í víðsjá voru tóm, eins og fræin þarna ofar á myndinni. Í þeim vantar alveg þessi ljósu, djúsi kynblöð sem við sjáum þarna neðar á myndinni. Ég veit ekki alveg hvort það sést nógu vel. En þetta átti svo sem líka við nágranna
stofnana á rannsóknartímanum, þar sem það bil 10% fræja voru spírunarhæf allt í allt, en það var ennþá minna á sandinum, minna en 3% að meðaltali á þessum tíma. Og það hægt að velta upp ýmsum mögulegum skýringum á því, en það getur nánast allt farið úrskeiðis þegar kemur að því að búa til lífvænlegt fræ. Og ég tek hérna nokkur dæmi. Í þessum næringarsnauða jarðvegi gæti verið að það sé ekki til nægilegar auðlindir til að fylla nema nokkur fræ, jafnvel þó mun fleiri hafa verið frjóvguð. Síðan þykir mér líka koma vel til greina að frjóvgun sé takmarkandi þáttur, þar sem þéttleiki trjáa tiltölulega lítill þarna á sandinum. Og það sem styður þá kenningu að frægæði voru langlélegust árið 2018 og einmitt í maí það ár á frjóvgunartíma var veður alveg afburðalélegt til frjóvgunar, með 5 sinnum meiri úrkomu en í venjulegu ári. En svo líka möguleiki að það séu þróunarfræðilegar ástæður þarna að baki, alveg eins og að baki gnóttára mynstursins, og það borgir sér hreinlega fyrir plöntuna að eyða einhver orku í að búa til helling af tómum fræjum til þess að fela þau þroskuðu fyrir fræjendum svona inn á milli þeirra. Þetta hefur verið skoðað og staðfest fyrir einhverjar tegundir. Það að kostnaðurinn við þessi tómi fræ sé tiltölulega lítill og mörg fyllt fræ sleppi með þessu við afrán. En já, mögulega líkur sannleikurinn svo í einhvers konar blöndu þessara skýringa og jafnvel fleiri þátta. En þegar upp er staðið, þá bætti magn fræja á Skeiðarársandi að einhverju leyti upp fyrir gæðin. Framleiðslan skilaði alltaf 75 spírunarhæfum fræjum á fermetra. En það dugar ekki að framleiða bara helling af fræjum, þau verða líka að lenda á hentugum stað og spíra og lifa af. Og eins og við mátti búast, þá söfnuðust fræin aðalega fyrir í svargerði með grófu yfirborði. Það eru þær svargerðir sem eru neðarlega á þessu grafi. Þar hlutfallslegu fjöldi fræja sem ég tákna hérna með ljósum lit, meiri heldur en hlutfallsleg þekja þessari yfirborðsgerða segir til, sem dökki liturinn. En svo ekki sjálfgefið að flest fræ spíri, þar sem flest fræ safnist fyrir. Og ef við gerum sams konar graf fyrir spírun fræja, eða sem sagt í hvers konar svargerðum við fundum í spíraðar kynplöntur, þá sjáum við að ljósi liturinn bara meira áberandi en sá dökki í þessum tveimur mosa svargerðum sem við skráum, sem að höfðu reyndar líka mestu tekjum. Það segir okkur að algengasta svargerðin á rannsóknarsvæðinu sé líka svo hentugasta fyrir spírun birkis. Og það rétt að minnast á að þykkur mosi getur hindrað spírun, en hvort sem hann vex svona hægt eða safnar í sig svona miklu sandi, þá var mosin langoftast þarna í kringum 1 cm svæðinu. Og síðast en ekki síst, þá hélst lifun bara ótrúlega há á rannsóknartímanum, meðan við venjulega afföll birkis fyrstu 2 árin. Hún var semst ekki marktækt mismunandi milli svargerða, en hér sést að það bil helmingur kynplantna sem við merktum í upphafi var ennþá lifandi 2020. En þar sem við bjuggust við því að þær myndu flestar drepast fljótt, þá merktum við líka slatta af örnýtið eldri plöntum sem voru ekki frá því sumri en höfðu samt minna en 5 lauf. Það voru meira í 90% þeirra lifandi í lok tímans. Hins vegar voru margar plönturnar enn mjög litlar og viðkvæmar þarna haustið 2020 og þessi vöktun heldur áfram, merkin eru enn til staðar og við Þórarinn fórum að vitja þeirra í sumar. Og plönturnar voru mjög misvel á sig komnar. Hérna sjáum við 2 af sikkorum enda skalans í stærð og auðvitað ekki útilokað að þessi enda til hægri hafi drepist og nýkomið í merkið síðar, en svona miðað við þéttleikann það afar ólíklegt og auk þess sást ef rýnt var í stilkinn að hann var allt öðruvísi og trénaðri heldur en á fremri plöntur. Og til gamans tók ég hérna saman bara hráan fjölda merktra plantna, alveg frá upphafi rannsóknar og svo fjölda sem var lifandi 2020. Þetta rauninni bara það sama á hlutfallsgrafi hérna undan.
En síðan hef ég bætt við þeim sem fundust núna í júlí, hérna hægra megin á grafinu, og svo þeim sem fundust lifandi. Þannig að jafnvel þó myndi gera ráð fyrir því að allar plönturnar sem að fundust ekki væri döðar. Það verður samt sko af þeim 550 kynplöntur sem voru merktar í upphafi 113 eftir lifandi núna í fyrra, 20%, og yfir 60% smáplantna. Já, en jæja, áður en ég lýk þessu, þá er rétt að spyrja sig og hvað með það? Til hvers að kanna svona ítarlega hvar þessi stofn stendur varðandi hina á þessa þætti, hvað gengur vel ef svo má orðið komast og hvað illa. Og tíðni og alvarleiki svona state shifts eða ástandsstökkva, ástandsbreytinga, eykst hratt í heiminum, þessar myndir, með hnignun vistkerfa, loftslagsbreytingum, mengun og fleira. Það sem vistkerfum er ýtt fram yfir ákveðna þröskulda og við tekur nýtt ástand og í rauninni nýtt kerfi. Og ef ástandið fer frá meiri framleiðni og fjölbreytni yfir í minni, eins og gjarnan, þá er færslan niður á þessu grafi. Þá fyrir tegundir að færa sig eða aðlaga sig að nýjum aðstæðum, en hraðinn á breytingunum er slíkur að það getur verið hægara sagt en gert. En birki á Skeiðarársandi er dæmi náttúrulegan atburð þar sem frædreifing yfir langa vegalengd leiðir í rauninni til landnáms, eða færslu útbreiðslu tegundar á landslagsskala. Og ekki nóg með það, heldur leiðir landnámið til stóraukinnar hæðagróðurs, þar sem þetta er eina 3 tegundir á svæðinu, meiri söfnunar lífræns úrgangs, hefur áhrif á hringrás næringarefna og fleira. Þannig að þá má alveg færa rök fyrir því að hér sé í rauninni svona ástandsstökk að ræða, þá í hin áttina á grafinu. Og með skilningu á þessu ferli koma auknu möguleikar á því að ýta undir samskonar atburði annars staðar sem þörf er á, læra af náttúrunni til þess að hjálpa henni betur og hjálpa sér sjálfri. Sem kemst ansi nálægt kjarnavistundar að mínu mati, svo ég vil bara gjarnan halda áfram að vakta og rannsaka þetta svæði og bara bendi öllum sem hafa einhverja skemmtilegar hugmyndir á að hafa samband við mig og Þórelínu og Kristínu sjálfsögðu. En þá vil ég bara enda hérna á lokaglæfinu minni úr vörninni í júní og endurtaka kærar þakkir til allra sem koma þessu með mér og gerðu þetta bæði mögulegt og ákaflega skemmtilegt. Takk. Takk fyrir þetta, Guðrún. Mjög áhugavert. Eru einhverjar spurningar á sal? Leiðir rétta upp hönd og ég ætla að reyna að stýra þess. Svona mörg. Já, gerðu svo vel. Kynna þig hérna. Já, takk fyrir þetta. Elvar heiti ég. Það er alltaf fundist þetta ótrúlegt ævintýri að horfa á þetta þegar maður keyrir þetta framhjá eftir þetta búið að sjást. En mér langar að spyrja aðeins þessi atburður, hann er þarna 1910 og hann sé búið að finna nákvæmlega veðrið sem olli þessu og þessar samverkandi aðstæður sem að gerðu þetta mögulegt. En það var þarna flóðið 1996. Var eitthvað farið að rannsaka þetta þá? Vita menn eitthvað hvaða áhrif það hafði á plönturnar á þeim tíma og svona hafa menn kannski eitthvað spáð í það hvað myndi hver örlög þess að yrðu ef það kæmi sambarilegt flóð þarna yfir sandinn aftur? Sko það er að segja flóðið 96 hefur verið kortlagt og samkvæmt þeirri kortlægningu þá sko slapp svæðið þar sem að þéttleikinn er mestur og aðalsvæðið sem birkið er núna að mestu við flóðið sko. Þannig að, og það eru ábyggilega þessir stóru jökulgarðar sem að Skeiðarárjökull er búin að hopa bakvið sem er að valda því að svona beina flóðum í ákveðnar rásir. Þannig að flæðir ekki bara svona stjórnlaust yfir allan sandinn. En já,
en það hlýtur að hafa haft áhrif á þau svæði þar sem að flóðið fór yfir. Ég get ekki ímyndað mér annað. Og þá var bara spurning ef að annað slíkt flóð yrði einhvern tímann á næstunni, hvort það væri bara sama sagan. Það væri bara, þau væri bara í skjóli, þessar birkiplöntur eða ekki. Já, hafið þið einhverjar skoðanir á því? Við erum alveg stingin í umræðuna. Já, Gerður. Já, ég heiti Gunnlaugur Þór. Mér langar að spyrja, þetta virkur jökulsandur og allt það, en skilyrðin í jökulkerjunum, eru þau miklu betri heldur en í mosanum þarna uppi? Þau eru öðru vísi og hafa verið rannsökuð af nemendum Þórinnar og Kristínar og og sko, ef ég man þetta rétt, þá voru skilyrði bara prýðileg lengst af, en svo hafa þau verið að fyllast af sandi, þannig að botninn á þeim verið svolítið bara sandur, en það meina hæsta skráða birkitréð sem við höfum fundið á sandinum í hlíð, sko, svona jökulker, sko. Í kantinum? Já. Fleiri spurningar? Einhverjar spurningar á netinu, Eyrún? Það eru engar spurningar eins og á netinu. Já, Ég bara svo forvitin. Ný spurning hér aftur. Gjör svo vel. Já, góðan daginn, ég heiti Ása Aradóttir, Landbúnaðarháskólanum. Takk fyrir erindið, mjög skemmtileg. Sko, þú fannst smáplöntur fyrst og fremst í þunnum mosa og bæði undir og yfir einasta. Og þetta svo sem kannski samræmi við aðrar niðurstöður sem á landnámi birkis, nema hvað, við finnum meira sko í minna en 1 sentimetra og tiltölulega lítið í 1-2 sentimetra þykkur mosa og svo ekkert þegar hann fer yfir 2 sentimetra. Svo finnum við mikið í lífrænni jarðvegsku. Já. Og spurningin sko, hún ekki minnst á hana, hún ekki þarna á rannsóknarsvæðinu? Já, ég gleymdi að minnast á það. Hún til staðar, en ekki eins miklu mæli eins og gambur mosinn. Og í okkar úrvinnslu, út af það var svona struktúrulega svipaður þessum minnigerðina á mosanum, þá tókum við það saman. Já, þannig að mosi undir 1 sentimeter er mosi og jarðvegsku. Já, ég langar að spyrja líka tímabilið frá 1990 til dagsins í dag, hafið eitthvað svona sett í samhengi með blessaða sauðkindina og beitina og hvernig ég held að beitin, að það séu færri kindur eitthvað á sandinu, á landinu, eða sérstaklega þarna, sko. Já. Kemur það eitthvað heldur inn í þetta dæmi þannig að skógurinn eigi betur með að þrífast? Já, sko, höfum verið í góðu samstarfi við landeigendur á svæðinu og þetta hefur verið nokkuð stöðugur fjöldi en lítið beitarálag, ekki mikil þéttleiki, bara núna síðustu áratugi, sko. Þannig að En fer ekki beitin minnkandi? Yfir landið, þá já. Nei, ég meina á Skeiðarársandi. Á Skeiðarársandi, hún hefur bara haldist stöðug, held ég, núna í svolítinn tíma. Einhverjar 1000 hrollur eða ég meina það Hver er orðið salan? Ég man ekki, ég er búin að skrifa þetta mjög 200 takk. 200 hrollur. Já, á þessum, öllum þessum bergíðum, sko. Sigur. Já, ég heiti Sigurður Magnússon, mér þakka fyrir erindið, Guðrún. Mér langar að spyrja þeim, það var sem sagt ekki mikil afföll hjá ykkur. Nei. Og ég reikna með að það geti nú tengst í að það ekki mikil frostið. Verði mikla frostskiptinga á svæðinu
eins og við þekkjum sem kannar landnám birkis, það frostlyfting hefur mjög mikið neikvæð áhrif fyrsta veturinn á plöntunum. Nei, bara við urðum ekki vör við það. Og það þessi lágróður sem ábyggilega að spila þar inn í og svo með, í einhverju samblandi með veðurfarinu. Þetta var einmitt 2017 sem reyndar árið fyrir áður en ég fór fyrst í felt þá var samt safnað fræjum sem við spírunarprófum og það var alveg rosalega fín spírun bara þá, þannig að það virðist að verið mjög gott fræjár 2017 og síðan eins og ég nefndi þarna áðan þá var vorið 2018 mjög blautt sem getur líka verið gott upp á þurrkotleira, þannig einhvern veginn að virtist vera svona allt gekk upp fyrir akkurat þessa kynslóð sem við vorum þarna að vakta. Má ég aðeins bæta við, en nú var þetta mjög næringarsnautt svæði. Var mikið mælduði læringu í jarðveginn og var það mikill munur á einstökum blettum, svo að segja. Og gátu þið tengt það eitthvað vext í plöntuna, að stærri plöntuna? Og hann, Jóhannes Bjarki, skoðaði það í sínu meistaraverkefni og var þá að vinna aðalega þarna sunnan vegar og frá svona gradient frá miklu þéttleika birkis yfir í lítinn og þetta var eiginlega bara lítið minna og mjög lítið þetta mjög næringsnæður. Hvernig var það sveppbrótin? Já, það mjög spennandi. Það var einmitt þú veist að tala við hann það, ég veit að hann ábyggilega mjög mikið tala hann. Og ég vil ekki vera að fara með eitthvað rangt mál en það voru svona aðrar tegundir af sveppbrótum sem voru að fylgja birkinu þarna heldur en til dæmis í Bæjarstaðaskógi. Þannig mér finnst mjög áhugavert hvort það væri til dæmis sem að skoða það og nota kannski aðrar þá sveppbrótategundir þegar maður að fara að sá eða planta birki í akkurat svona vistkerfi að líta þá frekar til þeirra tegunda sem eru til staðar á sandinum heldur en þeirra tegunda sem eru til staðar í Bæjarstaðaskógi. Það væri ákvæmst. Þannig ég vona að hann rannsaki það betur. Eru fleiri sem vilja spyrja? Það eru 2 hérna á netinu. Já. Það Bjarni Diðrik Sigurðsson sem spyr, eða segir fyrst, takk fyrir frábært erindi. Kannast þú við bók MacGregor birki ættkvíslina, þar sem kemur fram að ylbjörkin okkar sé sjálfs eða skyldleika ófrjósum. Er það hugsanlega ástæða á litlum frægæðum? Verða viðurkenna að bókin hringir ekki bjöllum, en þetta hefur komið fram annars staðar líka, held ég örugglega. Við kíktum aðeins á þetta við skrifa á grein númer 2 fræin og að birki sé mjög sjálfsófrjósamt einmitt. Og ég held að það sé mikla líkur á því að það sé allavega hluti skýringarinnar fyrir skeiðarósand. Svo það Samson B. Harðarsson, hann með spurninguna, hvað með landnám jurta og víðis? Er það lítið og ef svo hefur það áhrif á vöxt trjánna? Já, það góð spurning. Vigdís sem hérna var einmitt að skoða víðin á Skeiðarársandi í sínu meistarverkefni, þá með áherslu bara á víðin og áhrif hans en svo sem ekki hvernig landnámið í kringum birkiplönturnar sem þessi spurning kallar ef ég skildi rétt. En ég get eiginlega ekki, við söfnuðum gögnum, svona bara hefðbundnum gróðurgreiningagögnum þá við birkitré og síðan það sem ekki birkitré og með þess að líka í mismunandi stærðarflokkum. En við erum ekki búin að vinna úr þeim gögnum, þannig að það enda að vera ekki hluti af þessu verkefni, en þau eru til. Þannig að bara, ég þarf endilega að sparka í rassinn við að kíkja á þau aftur, en hann má endilega á samt mig.
Er þetta þá komið? Engar fleiri spurningar, Heiðrún? Yfir til þín. Það er hérna, já, það er smá hérna, það er McAllister bókin. Já, já, Smá já, ég kannast smá, það. já, það er smá innsláttarvilli. Bjarni er að leiðrétta það. Takk. Ég Já, er það svo er forvitin að góð. vita hvað er að gerast þarna á myndinni upp í hægra horninu. Já, þetta er móðir mín og hún er þarna að hjálpa mér að telja spíruð fræ í spírunarprófinu og með svo miklu metnaði að hún er með einhvers konar svona stækkunar gleraugu með ljósi sem hún notar í vinnunni sem tannlæknir og er það ekki að missa af einu einasta spírunað fræið. Já, mér sýndist það að þetta væri eitthvað svona frábær aðferð þarna upp í horninu. Mér datt í hug mitt föndurgleru móður minnar. En ég verð að hryggja með því, Guðrún, að 12. febrúar 2030, hann er á þriðjudegi. Þannig að mögulega gerum við undanþágu og höfum þá bara erindið þitt á þriðjudegi. Nei. Ég heyri líka að því að þetta er þriðja erindið okkar núna í vetur birki. Ég heyri líka að það eru ágætiskandidatar Jóhannes og Vigdís sem gæti kannski fengið hnipp frá mér næsta vetur fyrir komandi hrafnaþings. Fyrir komandi hrafnaþing á þeim vetri. En ef það er ekki fleiri spurningar þá ætla ég nú bara að loka þessu og segja takk fyrir og segja það að á næsta hrafnaþingi 27. febrúar kemur Starri Heiðmarsson í heimsókn til okkar og hann er með stuttan og laggóðan titil sem heitir Bleðla píra, fjallagrös og breiskjuríla, íslenskar fléttur og viðhengi, talin og skráð í fléttutali. En annars segi ég bara takk í dag og þangað til næst. Bless, bless. Takk fyrir.